Nú erum við búin að bregða okkur af bæ. Við ákváðum að skella okkur hérna niður í göngugötu á Akureyri vegna þess að það hefur aldeilis orðið samgöngubylting á Akureyri eftir að hopphjólin komu til bæjarins fyrir það bil 2 vikum síðan. Og Axel, hvernig hafa viðtökurnar verið? Vonum framar. Þetta búið að vera hreint út sagt frábært. Miklu betra heldur en ég þorði nokkuð tíma nú vona þegar við fórum að stað með þetta, sem gott. Algjörlega, maður sér fólk á þessu bara út um allt. Já, það einmitt tilgangur með þessu, að hafa þessum dreifðust bæinn og sem flestir geti þá notað hjólin, til dæmis til vinnu og frá vinnu. Einnig líka bara í þessi minni hopp, ef við getum svona aðeins notað nafnið á félaginu, til að fara í búðir og eitthvað þess áttar, sem þú getur þá geymt frekar einkabílinn heima. Já, og minkað útblásturinn og stuðla betra umhverfi. Allir græða. Ég veit að það hefðu einhverjir áhyggjur af því þegar þetta kom að sko brekkurnar hérna á Akureyri yrðu til trafala. Ræður þetta alveg við gilið og svona helstu brekkur? Já, ég hafði nú smá áhyggjur af þessu fyrst líka, en við fengum sem sagt nýja tegund af hjólum núna í vor sem fór á stað hérna á Akureyri og í Reykjavík sömuleiðis og að vísu í Vestmannaeyjum líka. Þannig að þau hjól ráða betur við brekkurnar. Og gilið, til dæmis fyrir mig, ég kemst upp gilið án þess að þurfa að ýta mér eða hjálpa hjólinu. Þannig að brekkurnar eru tiltölulega lítil hindrun fyrir þessi hjól. Magnað. Og hvað þarf maður að sko hafa til brunns að bera? Þarf maður að vera í einhverju sérstakri þjálfun til þess að nota svona græjur eða hvernig það? Nei, þú þarft ekki að vera neitt í þjálfun. Hjólin eru tiltölulega stöðug, með góðan þyngdarpunkt, þannig að það ætti að vera auðvelt fyrir sem flesta að fá sér hjól og hoppa milli staða. Magnað, maður ekki bara að prófa þetta? Sjá hvernig þetta leggst í mann? Lesum þessu, þá var það vist hérna. Sér, svo rauninu bara ítrið hans fram til að losa standinn. Til þess að losa einmitt, já. Og svona, þá manni allir vegir færir. Svo það bara þessi takki. Svo þetta íkæður aðeins í stað. Já, og svo bara bremsurnar og hér eru stefnuljós. Þú að hlaða símaðinn og þess að líka ef þú rattar ekki, getur þú út að Google Maps og hlaðið í leiðinni. Já, einmitt. Allt til þess að við ekki bara taka hring og koma svo tilbaka. Jú. Ég held það. Prófum þetta. Þetta fjör, maður. Sko. Það hefði ég haldið. Jú, geggjað. Og þá hverfur á skjánum. Hverfur og þá maður bara... Til næsta aðila. Akkúrat. Og þetta alveg magnað, ótrúlega skemmtilegt. Þetta ekki bara þægilegt, þetta skemmtilegt líka. Já, það nefnilega stór kostur. Þegar maður pröfaði þetta fyrst, þá áttaði maður á sig hversu gaman þetta væri onni hversu umhverfisvænt þetta er. Já. Manni líður svona bara svo krakk aftur, maður er komin að hlaupahjól og getur skuttlast Það alveg... Verið svolítið grænn í leiðinni. Nákvæmlega, þetta alveg þannig. Ég gekk pínu í bardóm aftur bara við að prófa þetta. Þakkaði kærlega fyrir að sýna okkur þetta. Já, takk fyrir bara magnað og við bara skiptum aftur yfir til mín í stúdíónu.